Nýleg rannsókn frá Háskólanum í Bath sýnir að 60% ungs fólks á aldrinum 16 til 26 ára hafa mjög miklar áhyggjur af loftslagsmálum. Á grænum dögum fjallað um málefni umhverfisins og hvaða breytingar geta átt sér stað í átt að betri framtíð, bæði hjá stofnunum og einstaklingum. Við erum með marga mismunandi viðburði, meðal annars málþing sem við erum með stúdentablaðinu. Svo erum við með fólk frá Strætó sem að tala líka til dæmis næturstrætóa, fólk frá borgarlínunni sem kemur og segir okkur frá þessu. Og svo erum við líka með fleiri svona sögutíma, til dæmis mann sem labbaði í kringum Ísland og svona mismunandi skemmtilegt. Við völdum að tala vistvænar samgöngur í ár og því okkur fannst þetta mikilvægt málefni. Borgarlínan líka að gerast núna og okkur fannst að almenningur vissi ekki alveg nógulega mikið þetta. Þannig að okkur fannst þetta var mikilvægt tækifæri til þess að fólk geti lært meira þetta og þetta líka vistvænar samgöngur eitthvað sem að snertir okkur öll og mikilvægt fyrir námsmenn líka. Borgarlínan eitthvað sem er búin að vera í planinu lengi en okkur finnst mikilvægt að fólk læri meira hvað borgarlínan og viti meira þetta og sé upplýst af því þetta plan sem líka hannað fyrir stúdenta og námsmenn og gera auðveldara fyrir okkur námsmenn að nýta almennar samgöngur og komast auðveldara hérna á háskólasvæðinu. Borgarlínan líka sérstaklega mikilvæg því að hún verið endurhönnuð fyrir kjör stúdenta þannig að verða fleiri stoppustöður til dæmis á háskólasvæðinu og aukin tíðni strætisvagna líka þannig að það verður auðveldara fyrir okkur að taka almennar samgöngur til þess að komast í skólann. Við erum að vona til að geta upplýst og frætt fólk almennt almennar samgöngur og vistvænar samgöngur og svo líka hvetja þau til þess að nota þetta meira.